Þá það 50. dagskrárliður, Brú lífeyrissjóður, samkomulag uppgjör. Guðmundur Baldur Guðmundsson bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér tekið fyrir samkomulag Akureyrarkaupstað við Brú lífeyrissjóður uppgjör á lífeyrisskuldbindingum samkvæmt lögum númer 127 frá árinu 2016. Þetta var tekið fyrir í bæjarráði þann 18. janúar og vísað hér til afgreiðslu í bæjarstjórn. Tildrög þessa samkomulag sem við erum að taka hér fyrir má rekja til samkomulag sem að bandalag háskólamanna, BSRB og Kennarasamband Íslands annars vegar og fjármál- og efnahagsráðherra fyrir hönd ríkissjóðs og Samband íslenskra sveitarfélaga hins vegar gerðu 19. september 2016 breytingar á skipan lífeyrismála opinberra starfsmanna. Markmið samkomulagsins var að samræma lífeyrisréttindi á almennum og opinberum vinnumarkaði, að aldurstenging réttindi yrðu grundvallarregla kerfisins og að lífeyristökualdur skyldi hækkaður til að stuðla að sjálfbærni kerfisins. Miðuðu breytingar að því að koma á samræmdu lífeyriskerfi fyrir alla landsmenn. Þetta samkomulag fól þannig í sér breytingar skyldu gerðar á málefnum A-deildar lífeyrissjóða starfsmanna ríkisins sem nefnt LSR og Brúar lífeyrissjóðs þannig að sjóðirnir yrðu aldurstengdir auk þess sem lífeyristökualdur var hækkaður í 67 ár. Samhliða áðurnefndu samkomulagi þá gerðu fjármála- og efnahagsráðherra og Samband íslenskra sveitarfélaga með sér samning fjármögnun lífeyrisskuldbindingana hjá A-deild LSR og Brú með fjárframlögum til sjóðanna og var sá samningu dagsettur 19. september 2016 líka. Samkvæmt 8. grein samningsins var hann gerður meðal annars með þeim fyrirvara að hann skyldi öðlast gildi gagnvart einstökum sveitarfélögum við samþykkt viðkomandi sveitarstjórna og uppgjöri þeirra á skuldbindingum til A-deildar Brúar. Samkvæmt greinargerð með frumvarpi sem varða lögum nr. 127/2016 kemur fram að framlag ríkissjóðs vegna skuldbindinga sveitarfélaga sem myndast hafa í A-deild LSR verða alls 27,8 milljónir króna. Þetta samkomulag sem gert var milli Sveitasambandsins og ríkisins þýddi í raun að sveitarfélögin skuldbundu sig til að koma með framlag til uppgjörs á lífeyrisskuldbindingu Brúar en á móti kom ríkissjóður með framlag inn til LSR vegna skuldbindinga sveitarfélaga sem myndast höfðu á sjóðnum. Nú liggur fyrir hversu háar fjárhæðir hér að ræða, en þannig ber launagreiðendum að greiða til Brúar framlög til A-deildarinnar alls ríflega 40,2 milljarðar krónar. Þetta skiptist þannig að tæplega 10 milljarðar renna í jafnvægissjóð sem ráðstafa skal til að koma áfallinni stöðu A-deildar Brúar í jafnvægi miðað við 31. maí 2017. 27,2 milljónir renna til lífeyrisaukasjóðs til að mæta framtíðarskuldbindingum vegna lífeyrisauka þeirra sjóðfélaga sem eiga rétt í honum og ríflega 3 milljarðar króna fari í varúðarsjóð sem ætlað að styðja við lífeyrisaukasjóð. Samkomulag sem hér til umræðu og afgreiðslu lítur að uppgjöri á hlutdeild Akureyrarbæjar. Skýrt kveðið á í samkomulaginu að uppgjör ríkissjóðs á skuldbindingum bæjarins gagnvart A-deild LSR byggist á því að við stöndum við okkar hlutdeild í skuldbindingum gagnvart A-deild Brúar. Hlutdeild Akureyrarbæjar í skuldbindingum Brúar nemur 2,5 milljörðum króna og skiptist í jafnvægissjóð 626 milljónir króna, lífeyrisaukasjóð 1,7 milljarðar króna og varúðarsjóð ríflega 183 milljónir króna. Ágætu bæjarfulltrúar, samningur sá sem hér lagður fram til samþykktar og staðfestingar í bæjarstjórn með stærri málum sem komið hafa hér til afgreiðslu. Ljóst að samningur þessi mun hafa allnokkur áhrif á skuldahlutfall sveitarfélagsins og þá mun þetta hafa mikil áhrif á rekstrarafkomu ársins 2017, en fyrir liggur að gjaldfæra þarf jafnvægissjóðinn í einu lagi. Þá mun lífeyrisaukasjóður verða gjaldfærður á næstu 30 árum og varúðarsjóðurinn á næstu 20 árum, sem í samræmi við reglugerð nr. 792 frá 2017 fjármál sveitarfélaga. Því má gera ráð fyrir að gjaldfærsla ársins 2017 þegar tekið hefur verið tillit til hlutdeildar í þessum varúðarsjóði og lífeyrisaukasjóði verðum 700 milljónir króna á árinu 2017. Nokkur umræða hefur orðið á sveitarstjórnarstiginu afgreiðslu á þessum lífeyrisskuldbindingum.
Innheimtubréf með upplýsingum kom frá lífeyrissjóðnum milli jóla og nýjárs og fæst sveitarfélög höfðu tekið tillit til þessa uppgjörs inn í vinnu við fjárhagsáætlun. Það á við okkur. Þetta mun þó ekki hafa mikil áhrif á áætlaða rekstrarafkomu næstu ára því við bættum við 100 milljónir króna við áætlun lífeyrisskuldbindinga sem að dekkar framtíða gjaldfærslu vegna þessara sjóða og ríflega það. Hins vegar mun þetta hafa áhrif á skuldahlutfall og verður hlutfallið þó langt frá því 150% viðmiði sem sett var í reglum fjárhagsstöðu sveitarfélaga. Það má gera ráð fyrir þetta að skuldahlutfallið sé að hækka einhver 10% stig. Uppgjöri við brú þarf að vera lokið fyrir 15. febrúar næstkomandi og tillaga bókun eftirfarandi. Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar samþykki fyrirliggjandi samkomulag við brú lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga sem tilkomið vegna samkomulags aðila vinnumarkaðins á breytingum á lífeyrissjóðakerfinu á A-deildum lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga samanber breytingar á lögum nr. 1/1997 með lögum nr. 127/2016 og breytingum á samþykktum brúar lífeyrissjóðs frá 8. maí 2017 samanber staðfestingu fjármála- og efnahagsráðherra frá 1. júní 2017. Heildarskuldbinding Akureyrarbæjar samkvæmt samkomulaginu að fjárhæð krónur 2.511.054.530 krónur sem skiptast þannig að framlag í jafnvægissjóð krónur 626.011.315 krónur, framlag í lífeyrisaukasjóð krónur 1.701.943.078 krónur og framlag í varúðarsjóð krónur 183.100.137 krónur. Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að undirrita samkomulagið fyrir hönd bæjarins. Þessi tillaga hér lögð fram til samþykktar í bæjarstjórn. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil fyrst og fremst lýsa yfir ánægju minni með að þetta samkomulag skuli vera í höfn. Þetta gríðarlega stórt mál og þarna þurfti heilmikið til að fá að leysa og gott að ríki gat stigið inn í þessar aðstæður sem að skapaði grundvöll fyrir þessari lausn. Það hins vegar eitt sem ég pínlutur órólegur yfir, það hvernig aðferðin sem notuð við að skipta skuldbindingum upp á milli sveitarfélaga. Að þá notað meðaltal síðustu ára og þannig útreiknað hvað hvert sveitarfélag skuldar. Og ég einhvern veginn sé ekki alveg hvernig framtíðarskuldbindingarnar eiga að vera nákvæmlega eins og skuldbindingarnar voru í fortíðinni. En ég held að það sé mjög mikilvægt að klára þetta mál. Og ég hef einfaldlega tekið þá afstöðu að bara treysta því að þetta búið að fara. Ég veit þetta búið að fara í gegnum heilmikla umræðu á sveitarstjórnarstiginu og hjá sambandinu. Þannig að ég mun að sjálfsögðu samþykkja þetta samkomulag sem hér liggur fyrir. Takk. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það rétt sem að Baldvin segir og það ánægjuefni að þessi bæjarfulltrúi Baldvin að það ánægjuefni að þessi mál skuli vera klárast. Það afar mikilvægt að mínu mati. Þetta var að koma upp einu lífeyriskerfi hér í landinu, þar að segja að menn séu með sömu búið við sama lífeyriskerfi. Varðandi útreikningarnar á þessu, hvernig menn nákvæmlega finna stöður í á þessum tímapunkti, það alveg rétt að það örugglega mjög flókið að finna nákvæma réttu stöðuna. Þetta þó þannig reiknað að lífeyrisaukasjóðurinn og varúðarsjóðurinn eru reiknaðir út frá iðgjöldum fyrstu 5 mánuði ársins 2017 og jafnvægissjóðurinn hins vegar upphaflega þá bara reiknaði miðað við 31.
maí 2017, þannig ef ég man rétt, en þetta er flókið útreikningsdæmi, en það er rétt sem að bæjarfulltrúi Baldvin kom inn á að það er bæði endurskoðendur og tryggingastærðfræðingarna reiknandi út, þetta hefur líka verið yfirfara endurskoðendum, þannig að við verðum að treysta þessum útreikningum og eins og öll sveitarfélögin í landinu er að gera þessa dagana og þetta er okkar hlutdeild í þessu með þessum hætti. Það kannski má taka hér fram að hluti af þeim framlögum sem að þá vera að reikna þannig inn í þetta hjá okkur byggist á þeim greiðslu sem við hefum greitt. Þetta byggist á greiðslu okkar inn í sjóðinn og við erum að má segja sko í samstarfsverkefnum sem við hefum átt við nágrannasveitarfélögin þá höfum við ekki tekið tillit til þessa þegar við höfum verið að reikna út sko þáttökur hlutdeild þeirra í kostnaði og við höfum þegar tekið upp viðræði við sveitarfélögin hér sem hafa verið í þjónustusamningu við okkur og gert þeim grein fyrir að við áskilum okkur rétt til þess að skoða hvaða áhrif þetta hefur. Þetta sé nauðsynlegt vegna þess að þetta eru það stórar fjárhæðir að við verðum að fá að geta reikna það út en hins vegar fengum við þá listan yfir þessar greiðslur og þetta verður ærin vinna vegna þess að þetta er stór og mikið þykk bara bók af kennitölum sem þarf að tína til og finna út en við ætlum samt að skoða það hvort það sé ekki rétt að reyna að finna þetta út og höfum greint nágrannasveitarfélögum frá því. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Sem ekki fleiri á kassi hljóðs, þá göngum við til atkvæðagreiðslu þess að geta samþykkt framlagða bókun eins og skefið merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.